Yeah. Yo, I'm living in this time behind enemy lines, so I got mine, I hope ya. You from the hood, I hope ya. Newcastle Eagles og allt þetta dót, sko. Við höfum oft skoðað, þú veist, þegar við vorum að þjálfa á Fúska, og skoðum við leikmenn sem hafa verið þarna og maður gaf ekki mikið fyrir, þú veist, England einhvern veginn. Þetta er weird mínútur líka, er þetta ekki eins og G-League mínútur, tveisvar? Nei, ekki hugmynd, þetta er bara venjulegt, sko. Já. Nei, ég veit ekki. Hérna, sko, nú þurfum þið að fara í keppni og í verðlaun er bókin Rauði baróninn. Ég er með jólabókin í ár, 7. árið í röð. Þið þurfum að nefna 3 kana sem hafa spilað í íslensku deildinni og ensku deildinni. Verða það að vera kanar? Kan, bara. Jeremy Smith, Terrell Vinson. Rétt, verður mann. Kanar. Ég er með 2 í viðbót. Einhverju sem er að spila í dag? Nei. Spilaði Svo ég veit allavega en mögulega. Spilaði hérna svona Materak sem fylgst sem meldur leik. Var í haugum. Spilaði hann Jalen Moore. Nei. Kom beint úr college. Fann upp á hann. Wow, maður. Þið eru ekki með þetta? Jú. Slaka á. Þú varst nú með einn í liðinu. Liðinu mínu. Já. Bara Já, þú mörglið. shooterinn. Nei. Breiðablik. Nei. Svo veikasti. Já, Keanu Rockford. Keanu Rockford, hann var í Englandi. Nick Toffin, hérna, Tomsik. Var hann í Englandi? Hann er þetta ekki kann. Hann er boskan. Hann er samt kanar líka. Og svo var Victor Moses. Þetta er eitthvað topp 5 stigaðistur þarna, sem var í Fjölni. Já, alveg rétt. Heyrðu, en þú fór að eiga þessu bókrunum. Saman með það. Spilaði Badmus í Englandi líka. Bara aftur ekki hugmynd. En, nei, Hann er það að var. laga undirlæsta knappudómara Íslands. Er hann ekki írska landsliðin? Ægur Bardas. Ég veit ekki hvað hann hefur spilað. Hann er í írska landsliðin. Ég var einmitt eitthvað að spá í gær hvort að Bretarnir í hinliðinu væri eitthvað svona að bantast við hann, gantast, en ég sá ekki neitt. Nei. Hérna, spurning nummer 2, nefnið 3 írska leikmenn. Fyrstu blaðsíðu hérna. What happens in Vegas stays in Vegas. Ég er bentur næst. Ég vil hann harður maður. Heyrðu, On that note, já, hvaða bók, eftir hvaða íslenska körfuboltadómara væri þið mest til í að lesa? já, Ég er með. Jóa Línuverð. Já, það er okkur Þú veist, ef hann færi í alvöru sögurnar, Sigurður. Ég er með hérna, Ég tek Sigurbolt. Ok. þetta ekki Leifur Garðars eða? Jó, Leifur Garðars, það var rétt. Ég tek Leif Garðars. My story. Já. Og mynda honum, mjög hörðum. Klús 18. Heyrðu, næsta dagskrá er, það var svolítið umdeilt frétt sem að Davíð Eldur birti á Karvan.is síðustu viku sem að náði flugi sem að Anna Hlaðvarp, sjöttumaðurinn birti sem að voru 5 bestu manneskjur körfuboltafjölskyldunar. Ok. Munið eftir þessu? Nei, ég sá þetta ekki. Sá þetta ekki? Ha? Já. Eru þið ekki með körfufréttir appið? Jú, Það sem jú. sjáu alltaf mest þessu fréttina? Jú. Nei. Þú voru að ná í það. Það er hérna, þeir voru með 5 bestu manneskjur körfuboltafjölskyldunar og það var eitthvað Leifur Steinn og man ekki hverjir aðrir, eitthvað svona Kjartan Atli. Já, Ég bara. ég man ekki, en það voru svona alveg gott fólk, þannig að nú ætlum þið að segja 5 verstu manneskjur körfuboltafjölskyldunar. Verstu manneskjur. Mati Dalmæ. Mati Dalmæ. Þetta þurfa svolítið að vera í fjölskyldunni. Verstu manneskjur. Já. Bestu manneskjur. Já. Sko, Skiptist þið á, Hraunar 1, Steinar 1. verstu manneskjur góður. Það er svo góða manneskjur, sko. Þú ert til ekki í fjölskyldum með hlekk og manneskja. Ok, bara svona sem að tengjast körfubolta. Þú tengist körfubolta. Já. Það má vera húsarur einhvers staðar, sko. Í Dabbi T. Já, jú, Og hann á er... móti fjölskyldu. Já, það er ég. Núna er hann, já. Þetta er Mati Dalmæ, sko. Já, Mati Það Dalmæ. er sett mig, ok. Davíð, Dómar, ég. Brynjar Karl er svona óvinni Brynjar Karl. Karl. Já, Brynjar Karl, 3. Nýji formaðurinn kannski? Já. Er hann til í alvörinni? Ég veit það ekki. Hafið þið séð hann? Hann er alltaf ekki aðtekst. Ég hef bara séð myndir af honum.
En hún alltaf eins og hún sé köttuð inn, sko. Það seint þetta að segja. Hann hún í kjallara einhvers staðar. Ef að láta hann á listana? Hannes hlýtur að vera hann líka. Hann orðinn svolítið undir. Svarthöfði. En það ekki það. Teflon Don. Er það bara Hannes, nýju gauðin sem við veitum ekki hvað heitir. Matti Dagmar, Brynjar og Davíð Tómas. Þetta er frábær listi. Þetta var létta hjalið í dag. Óla Líkjöris. Aha. Nei, hann er að fyrir á góða mann, skilur. Já, ég veit. Já. Við viljum að fá þig að stað, sko. Segja eitthvað sögur. Ekki til og gott að honum að segja. Hérna, sko, Steinar, þú varst með lista. Áður en að ég tek hraunar í smá quiz. Nú eru búnar slatti af leikjum og eins og ég sagði í síðasta hlaðvarpi þá er þetta svolítið svona tíminn sem menn geta gert einhverja breytingar og þetta gera fólk líka breytingar í jólafríinu en þetta er svona fyrsta wave er svona fyrir og í landsleikja hlénu stórar breytingar eða þú ætlar bara eitthvað að sprengja þetta upp þær eru því fyrr sem þú gerir þær því betra sem er væntanlega bara núna. Það er 2 leikir og svo pása. Já, ég myndi alltaf allavega að vera að fara með huga að því að finna einhverja menn, þú veist að ég er búin að reka eitthvað, sko. Eða skipta út frá sér. Já. Ég myndi alveg að huga að því og fara að víra og díla við eitthvað uppbúsmenn og eitthvað svona ég ætlaði með mögulega að fara að gera það. Sko, áður við birtum listaðinn, hvaða lið, og ekki nefna, sem sagt, Ármann, bannaði nefnilega Ármann sem eru ekki búin að vinna leik. Hvaða lið, fyrir utan Ármann, þarf bara hvað mest að bara svona gera eitthvað mikið, þú veist, sprengja þetta, bara 2-3 heim, bara nefnið sitt hvort lið. Og það má vera líka, þú veist, af því að þeir vilja ekki falla, af því að þeir ætla að vera Íslandsmeistarar, það markmiðin megi að vera mismunandi. Ég byrjaði þú. Bara svona, mér finnst Valur vera þarna. Já. Þú veist, ef þeir ætla að vinna titilinn. Já, sem þeir hljóta. Þeir verða alltaf drullu góðir, skilur bara þeir kosta þetta. En ég held kannski með þessa leikmenn séu þeir ekki bara að vera Íslandsmeistarar. Nei. Hvað myndir þú gera? Augljóslega skipta kananum. Já, er það nóg eða? Ég er ekki viss. Jafnvel bæta öðrum við líka. Já. Myndir þú skipta þarna Lúkíska, nei, hvað heitir hann? Lazar. Mér finnst hann ekki eitthvað frábær, sko. Bara einhver líkaminn, sko. Skemmtilega að gefa hann aðeins meiri sens. Sko, ef að þeir... Ég er alveg sammála, skilurðu. Ef að þeir ætla í alvöru að verða meistarar og þeir hljóta vilja vera meistarar með þann svona grunn með Callum, Kristó, Búker. Við förum í þetta eftir svo sem er. Egóks, eða hvað sagði ég? Egóks hafa. Við förum að sýta eftir hvað vandamál er þarna á okkar mati, eða mínum mati. En ég er alveg sammála, ég myndi alltaf... Við erum allan að byrja að leita, skilurðu. Já, þeir hljóta náttúrulega því. Ég er bara að spá hvort að kanaskipti séu nóg, fattar. Ef þeir ætla að verða meistar, auðvitað verða þeir betri með betri kana, en þú veist, þurfa þeir ekki bara nýja kana, burtu með hennar Lazargaur og bæta við leikmann. Eða ekki? Þá bara svona, já vá, þeir getur bara unnið alltaf. 100%. Hvað er svona heitlið? Þeir mér á Njarðvík. Ok. Mér finnst Njarðvík vera alveg með ógeðslega góða toppa, ekkert eitthvað frábæra breidd, en þeir geta skipt út Milka og geta skipt Julio de Assis og fengið gauðra sem að leysa eitthvað vandamál á þess staðinn. Sem líka komið inn á eftir, skilur aðeins. Þeir þurfa eitthvað... Eru þið nógu sterkir í bakvarðarstöðunum með Averett og Veigar? Og með Veigar, Averett og hann hérna... Þetta setja Lótið líka? Lótið líka. Hann er bakvarður. En vantar þeim ekki þrist þá? Ég meina, þeir eru með 3... Það er ekki til að þristur í dag. Offið Averett þó hann sé, þú veist, næst þegar fyrir deildinni og með góða stóðsendingar og ákveðs varnarmaður. Mér finnst bara eitthvað pirrandi við hvernig hann spilar. Getur ekki klára leiki í fjórða sem getur ekki tekið yfir. Þó þetta sé góðu liðsmaður. Hann getur það. Hann bara er ekki til hlutur. Lótið... Eftir þá að segja Lótið sé ekki nógu góður í það þeir tapa fleiri leikjum en vinna, sko. Já, eru þeir ekki 2-5 eða? Enn sem komið hverjir eru það frábæri toppennir? Lótið, Averett, svo ertu með Veigar og með Mario. Það eru rullispilarar. Já, en þú veist, Lótið og Averett eru mjög góðir mér. Mér finnst Averett frábær, sko. Ég er ósmála að reyna það, sko. Þú líka elskar bara Lótið líka mjög góður, það er að vera góður í spila. Þeir eru 2-4, sko. Þeir eru bara sömstöð og Stjarnan sem eru bara búin að vera haltir allt síðan. Eina leið sem svo vinna Tindastól, sko. Það er bara, þú þarfst að vinna eitt leik. Bara samfærið sigur. Já, sammála því.
En Þeir sko, láta náttúrulega Milka aldrei fara. það sem ég er samt Nei, spá. þeir gera ekki, en það leysir svo mörg vandamál sem þeir eru alltaf að díla ykkur einasta leik að það er bara að vera einangra Milka endalaust og þeir eru að fá auðvelt stig á það, skilur. En eru þeir ekki ófáir líka? Jú. Þeir eru með þetta byrjunarlið. En eru Grindag eitthvað fáið, skilur? Samt vinna þær alla. Hvort myndur taka Ragga Braga, Arnór, Kristófer Breka eða Snjól og Brynjar Kára? Mario, Veigar. Þú ert að tala um byrjunarlið núna, ég er að tala um breytt. Er ekki Kristófer Breka og Arnór annað hvað þeir eru byrjunarliðinu? Nei, Óli er byrjunarlið. Nei, Arnór er að byrja á því. Ok, ætlar það að setja það Óla á bekkin. Hvort myndur taka Óla, Kristófer Mario. Breka, Mario er á bekknum. Julio De Assis að koma á bekknum. Og getur ekki Þá neitt. tækjum maður Grindag. Það er ekki Óla, já. Njarðvík er ekki með neina breytt, sko. Neina breytt. Þeir eru með Julio De Assis, Snjólf og Brynjar Kára. Það er bara rotation eða, sko. Já, það er bara eftir sann í Þeir eru bara svona, þeir eru 6,5, sko. 5,5. Já, það getur farið í eitthvað fyrstulega leið og reynda að segja eitthvað, en þú veist, hver sem getur ekki fyrst til dag og er í einhverju Það er ekki baráttu, 5,5, þeir eru með eitthvað 5 erlenda leikmenn eða ekki. Og Veigar. Veigar nú Julio bara vera hálfur. Ég segja það. Hann er eitthvað ígildi samt. Þeir geta hent Julio allavega og fengið eitthvað, þú veist, gamla bara að fá eitthvað betri í staðinn, skilur við. Það þarf ekki að vera eitthvað stjarna, en það getur verið bara góður ulluspilari eins og Mario eða eitthvað, skilur við, sem er að koma á bekknum með að byrja. Bara liðið strax að vera miklu betra. Ég er bara svona... Bara gauður sem að klára leið og getur sett... Ég er bara svo ósammála ykkur með þetta Njarðvíkudæmi og ég er búinn að vera ósammála öllum sem að koma hingað og ég ætla að halda þig á. Mér finnst bara það að Mario Matasovic fái íslenskt vegabréf og svo er Veigar orðinn bara svona íslenskur, þú veist, bara góður íslenskur leikmaður. Svo ertu með Dwayne Lottier sem er örugglega svona eftirsóttasti gard Bosman-leikmaður. Þú komið þvílíkan grunn. Svo hnoðar í kringum þetta Milka og Julio De Assis. Svona Afaret sem er mjög góður. Og svo ertu með Afaret. Mér finnst það bara svo verið svo mikið eitthvað svona bara svona, við erum bara með. Þetta lið vinnur aldrei neitt, sko. Við getum það. Ekki fræðilega. Eða gamla. Ekki bara Já. Ef þeir skipta út svona tveimur að lágmark. Þeir eru eitthvað að horfa í að vinni. Af hverju ekki? Þeir geta það. Af hverju horfur, það er sem pointið minn. Ef þú ert með Dwayne Lottier og Mario sem Íslanding Þetta er pointið og mitt Veigar sem þú Páll ert að mótmæla á það. Já, af hverju ferðu það ekki bara all in? Það er sér að segja, það sagði Njarðvík. Rektu hann Kana og taktu einhvern alvöru gaur. Kaninn er fólk góður. Af hverju tapaði þá alltaf við leikjum? Það er vandamáli sem er í Milka og Julio De Assis. Þeir eru alltaf í vesinu með Milka, endalaust, hvort þeir eiga að vera að spila honum meira eða spila honum minna eða eitthvað. Það er alltaf verið eitthvað að reyna að vinna. Hvernig leikmann tækir þú í stað fyrir Milka? Þú ert GM, þú labbar inn, þú ert Steinar Örlygsson, þú labbar inn, setur peningana á borðið, skiptu út Milka og skiptu út Julio De Assis. Þess vegna ég ætla alltaf að gera það til að vera... Það er bara svo erfitt að reyka Milka. Hann skilaði þeim í annarsætti í fyrra. Já, hann vinnur okkur hóteli á sína einu. Hann er alltaf hausverkur bara fyrir þjálfarana. En ok, þú reykur þessu þú, hverju tekur bara? Bara við segja bara free roll. Já, bara, þú mæta bara Drungilas og Badmus bara í staðinn. Eða var drauma heimir geti ég gett það, skiljum við, en þeim bara... Í drauma heiminni þú hringir í bakkabérsirna og segir, heyrðu, ég ætla að fá Shaquille Rumbley, kaupa hana ykkur. Það er ekki bara geggja sæna það. Hreyfileg gauð sem getur skipt, tekið framkvæmst, varði skot, spila vörð, getur klára að leiða tróðið. Ég veit það ekki. Jú, og fyrir hinn. Þeir eru leikmenn að sér skilur þegar hann rúlar á körfunni. Já, og fyrir hinn. Julio. Já. Annan stóran, eða? Nei, ég tæki eitthvað sem getur skotið, sko. Eitthvað byssu, ég tæki... Lucas Palisa. Nei, ég tæki sem var í Íri fyrra. Óskar Hænonen. Nei, hvað heit það sem var í Íri fyrra? Kavas. Matti Kavas. Hann er laus. Já, ég teki hann. Ok. Matti Kavas. Það ekki enn annar svona stórhægur lúksus sóknarleikmaður. Jú. Eins og þeir eru með, þú veist, í hverju? Hvernig er það með Milka. Já, ég vil með Rekan og fá Rumbley í staðinn. Já. Matasovic, stórhægur. Já, en hann getur dekkað alveg. Hann er ekki hægur. Já, ég veit það ekki. Ég er bara svo lítið seldur á einhvern veginn bara svona... Bara þetta liðið fyrir mér verið contender, skilur. Já. Já, mögulega. Ég sé ekki að vera contender saman hvað, sko. Nei. Ég sé the potential. The potential í, sko... Og ég skil ekki af hverju ekki að gamla á þetta.
og það getur vel verið að þeir gera það, en ég held að þeir ekki aldrei Milka skilur. En þetta ekki bara eins og Hraun að segja, bara eitthvað budgetvandamál? Ég meina, Milka bara, þú veist, það kostar örugglega eitthvað, en hann samt, þú veist, ekki jafn dýr og Dungilas. Ég þekki ekkert samningsmál. Julio ég veit hvað Julio kostar. Það var hvað hann kostaði, þú veist, bara þegar að Stjarnan tók hann og það var verið að offera. Ég meina, umboðsmaðurinn actually bauð mér hana því að hann hélt ég var að þjálfa Hauka, sko. Þannig að hann ekki dýr heldur. Ekki? Held ekki. Nei, bara venjulegt eitthvað. Ég bara flesti kannar heildinni ekki dýr, skilur. Nei, einmitt. Sjá bara sílur náttúrulega mjög. Já, en það þeir voru hérna áður. Þeir eru dýrari við það unnuliðar að Jacob Park voru mjög dýr. Já, hann var hérna áður. Ég segi gaurar sem eru sænaði bara utan, byggt úr skóla eða úr Evrópu, ekki dýrir, sko. Það bara Keflavík og Kaninn og 1 mörki bara eitthvað úrst á útsöluprís eða? Nei, heldur það sé eitthvað 5.000 plus eða? Ég held að þeir séu bara svona 4-5 þúsund, sko. Þetta sé ekki ódýr. Ég held að það séu 3-5-4 max, sko. Ekki með þeir, sko, en kannski eru þeir góður að semja. Það er svona gangverð á kunnum mannalega sem hefur þessi stað. Ég skal kaupa það að KR Kaninn sé ódýr, bara eitthvað beint úr college og eitthvað. 2-5-3. Það verðbólga. 2-5-3 bara Haukar í fyrstu deild, sko. Verðbólga bandar, ég er að leggja vexti, meira vexti. Þú fær Kana point guardinn sem að fór úr Akranesi Hauka á 2-5 í dag. Bandar ekki að leggja vexti heilt prófumstig, síðust 2 mánuði. Förum í eitthvað skemmtilegra hjal heldur en Legum öðrum að ræða þessum Einar, fáum upp eitthvað annað en smettið á mér. Fyrsti og listinn frá Steinari. Sko, takk okkur bara í gegnum þetta. Við nennum ekki að ræða Njarðvík aftur. Við tökum það bara út úr þessu og við förum neðan frá. Byrjaði á Skaganum. Vandamál Ía, þeir byrja frábærlega. Eru bara með í deildinni. Bara sína það fyrstu 3 leikina bara að þeir eru hérna, ætla ekki að vera eitthvað fallbyssufóður og vera að berast við öll þessi lið alltaf. Svo rekaði Kanan, af því þeir eru ekki að eitthvað aðeins og ætla bara að fara að sigra heiminn, skilur, og vera með í baráttunni play-off skönnulega. Taka Selban fyrst, ekki? Jú, þeir tóku Selban fyrst, sem var mjög bara allt í lagi. Það vortu bara, það viðbót. En af hverju býður ekki með Reykjana Kana þangað til að pásan kemur og ert búinn að finna þá annan í staðinn sem ætla að taka eitthvað viss? Var hann ekki bara það leiðilegur? Þú getur ekki verið svona leiðilegur, þetta er bara, hann er atvinnumaður. Winning fixes everything, sko. Hann er atvinnumaður, sko. Já. Þá kannski lítið út fyrir að vera það, en hann er atvinnumaður. Mér finnst hann bara góður leikmaður, sko. Hann var bara mjög fýtt fyrir þá. Og þeir reka hann, fara á móti KR og hvað, þar með 30 eða eitthvað. Þetta ungt þjálfarateymi ekki að ráða við erfiðan leiðilegan gaur? Þú veist, við í Hveragerði með Kínu. Bara eitthvað svona, we can't handle him. Já, þú veist, skilurðu? Ég er ekki enn gljáður. En þú veist, manni finnst bara mjög skrítið. Er þetta reynsluleysi? Já, mér finnst það. Mér finnst bara mjög skrítið að reka Kana sinn með ekkert í staðinn. Maður bara tala með því mörg. Ég hef það, er það reynsluleysi að gera það? Mér finnst það. Getur ekki bara eitthvað að láta En eru þeir ekki með neitt? Þú sér að það var Val Þeir eru með Kana, en þeir eru ekkert að reka. Kaninn Ármann á reynsluhjöðum, hann er búinn að æfið þarna, já. Það finnst mér stórskrítið að reka. Ég veit ekki hvort að, þú veist, kannski bara tók hann 2 æfingar sem að mínir menn upp á Skaga sáu. Mér finnst það mjög skrítið eins og hann segir að reka Kana með ekki neitt annað í höndum. Kaninn Ármann getur það vel verið að hann sé með eitthvað að vera garantít eða eitthvað á hverjum tíma. Þegar maður læra 1. desember eða 1. janúar eða eitthvað. Ég meina þeir bara... En kannski þurftu þá að sæna hann þarna og lokka hann inn, skilurðu. Já, kannski bara var hann hérna á þeir... Svo vanalega reynsla bara eitthvað stuttu tími. Ég finnst líka skrítið að sæna hann bara í 2 leiki. Já, og býði 4 leiki. Af hverju eru það bara... Hvað eru þeir að gera? Af hverju eru þeir svona... Ég er svo sammála, þú veist, þeir voru bara... Þú komnir í Ármann. Nei, mér lókast að bara fara í Ármann út frá Samt við verðum að gefa eitthvað kredit að þetta var svo vel samsett í sumar, sko. Náði þarna, þú veist... 2 góða bossmenn sem er bossmenn sem voru, þú veist, ekki... Já. Búin að sanna sig hérna. Þeir roll the dice. Þeir kastu teiningunum. Og Hittimark, skilur, með 2 frábæra bossmenn sem eru bara, þú veist, annaðir en... Aðeins, besta leikmaður deildarinnar. Já, en hinn hefur svona aðeins hægst á hann síðust 2 leiki. En svo er Styrmir líka bara... Ekkert á móti KR. Svo bettari. Já, hann gæti ekkert á móti KR og svona á móti Val var hann svona... Já, hann byrjaði henni svo, þú veist, mér fannst hann fyrst bara svona... Já, byrjaði með stær. Bara eins og hann væri að fara í alveg samning á næsta ári einhver staðar, sko. Alltaf leið með þetta var, en ekki frábær. Ok, farið næsta lið, Valur. Mér finnst það að vera bara svona, þú veist,
séu svona smá sattir, eða þú veist, þeir eru búin að vera í einhverju toppbaráttunni heilengi, þeir fengu inn Kidda Páls og þá kom eitthvað svona, þú veist, Kiddi sanna sig, var besti leikmaður deildarinnar, góð hungur allir staðar, þeir allir með. Svona það er að sé eitthvað svona svolítið metti bara af velgengni, skilur. Er þetta leikmenn, þjálfari, stjórn, bara allt, fólk sem á heima þarna? Allt, þetta er bara svona smá leti, þú veist, þeir eru með lélegan Kana, þeir eru með lélegan Bosman, þeir sækja Callum sem er þekkt stærð og hefur verið hjá þeim áður, skilur, og frábær. Og mér finnst Callum sem hafa verið fínn annars, skilur. Þetta er bara samt bara svona, sækja ykkur gamla félaga, einhvern svona fílingur, fattar þau? En þú myndir samt alveg sækja ef þú ert þeir. Algjörlega, og mér finnst Callum ekki að vandamálið. Þeir eru með lélegan Kana og mér finnst þessi Lazar ekkert frábær. Og það bara vantar einhvern svona til að fucking keyra í gang. Það vantar Jeremy Smith þarna bara öskur á menn. En þeim langar aldrei að líða óþægilega. Nei, þeir þurfa alltaf að halda. Já, en ég meina meira að segja bara aðstoðarþjálfarinn er bara hangandi með þeim, skilur við, bara utanvallar. Ég meina, þeir eru allir, þú veist... Hver er það nú? Jamil. Já, Jamil. Já, og svo kemur Daði Lára því hann er líka vinnu þeirra, og svo finnur allir líka vinnu þeirra. Þetta er bara, fín lína, sko. Þú veist, ég er ekki að segja að þeir þurfa að fá inn, þú veist, Norbert að skíka það til að halda öllum á tánum bara eitthvað alltaf eða eitthvað, skilur við. Nei, þú þarft einn bara kemur og... En stuðan, heyrðu... Mér var skoðu punktur að setja skagakannan í val. Já, á eitt leiðilega. Eitt leiðilega með stæla. En það má samt ekki vera spekaður mikið, skilur við, þú veist, það verður að... En svona karakter, skilur. Ég var að horfa bara daginn, ég var eitthvað að bíða eftir einhverjum meistaradeildarleik og það var þarna Jón Arnar og þátturinn í gangi með hann og Pavel í einhverju viðtali þarna. Ég er svo ímyndað mér að þegar Pavel var þarna, og örugglega líka Jón, skilur við, en það sé svona, menn er á tánum, fattar þig. Þú ert alveg kallaður út þegar það er eitthvað óþægilegt. Og hvað er það núna? Það er erfitt fyrir Kristó að vera, hann er búinn að vera fokkin lélegur. Að vera eitthvað kall og skamma með hann er sjálfur ömurlegur, sko. Er hann ekki bara líka að setja myndir sér á Instagram og segja glæpamaður? Ekki eini glæpurinn sem setja ekki eitt einasta leigubóni. Ekki það, ég held að vera alveg góður þegar líður á hann. Fótbolti byrjar svona að vera svolítið annars staðar. Já, en ég er sammála þessu. Ég líka bara skil ekki líka bara ef að þú ert í stjórn, ákveður bara skiptir ekki bara svona Kana út. Ég meina, ég trúið ekki að þjálfarinn vilji ekki. Hvað? En þú veist alveg samt Matti, þú veist, hvað er Finnur búinn að verða lengi? Þeir eru að leita samt, held ég, alveg 100%. Þeir eru ekki að reka núna eins og Ármann er að gera, eins og ég er að gera. Þeir eru að bíða eftir einhverju pásu sem... Þú rákuður hann ekki bara eftir 3 æfingar? Það hef ég gert líka. Hvað er Finnur búinn að verða lengi? 4 ára eða eitthvað. Meira. Þetta er sama stjórn, sami þjálfari. 7-8 ára eða. Þetta verður alltaf þreytt, sko. Ég er ekki það. Nei, ég segja, þú veist, Kiddi Páls kom inn og maður fann alveg svona, það var eitthvað svona smá svona... Sjokkar á hópinn. Já. Svo varstu með Pablo þarna. Er peningurinn búinn í all? Ég meina, ég skil ekki, þú veist, með þennan Kana, þá... Það er ekki úr einhverju efstu hillu. Þeir eru náttúrulega með þú Íslendinga og Callum Lawson úr einhverjum hillum, sko. Og Lazar eru Það er ekki með einhverja svakalega feril. Svo ömurlegan feril, 3 stig í Þýskalandi, sko. Ég segi það, skilju, en það er ekki svo... Þú spilar í fínu liðum. Svakalega mikið, sko. Við erum sammála, allavega ég. Hvernig breytir þessu? Sæna 2 aðra. Ok, flott. Eða 3 jafnvel. Já. Bara, og það þarf virkilega að vanda valið og, þú veist, ég held að það geti alveg skilur og þú getur alltaf fundið einhverja. Og hversu mikið viltu henda út, þú veist, ég veit ekki hvernig manneska Lazar er skilur, mér finnst það alltaf í lagi. Ég segi ekki að hann sé vandamál, en það vantar einhvern stuð á hópinn á það. Það vantar einn Jeremy Smith sem getur skorað 30 stig í leik og rifið kjaft og svona peppa menn og eitthvað. Já. Mjög svona grunnríkið. Svona færið. Já. Þótturlósum? Bara Guðmundsson í síðustu 2 ár, íslenski kjarninn. Það var einn sem var vann svolítið á mig, allavega í börn. Ísak Július. Já, mér fannst hann helviti góður að slæta Falkó í. Já, það er segur, sko. Og svona smá hundur í honum, sko. Já, já. Þetta var luxuspési svona í yngri flokkum, svona típan sem er langbestur í litlu liði og svona. Og svona ekkert eitthvað mikið að spila vörn og rullu, sko. Og sama í Selfoss, þú veist, það var bara svona automatískur í 30 mínútum að því að það voru engin samkeppni. Hann var góður þar, bara gert honum mjög gott að fara þangað, sko. Já. Já, en mér finnst það svo góður bara í, þú veist, því að í rullu, spila vörn og vera hundur, sko. Já, og flottur í því. En þú veist, bara heilt yfir íslenski kjarninn. Ég veit það. Einu Karlum næja 20 stiga leik eða eitthvað. Það ringir í hvernig einasta eftir. Já, ég veit það. Það er svo vinsælt, sko. Já, takk.
þú veist, auðvitað einn og einn búin að eiga einhvern leik og þeir hafa verið inn í fullt af leikjum og rétt svo tapað og eitthvað og unnulóksins Stígandi? í daginn. Já, stígandi leikuna sem oft hjá Lalla og hann oft bara clean house og bara sæna nýja gauðra og tekið sénsinn að fundi gæja, sko. En mér finnst það bara að vera vandamálið, en þú veist, það að geta breytt í því náttúrulega bara ekki neitt, sko. Þú veist, hvernig ætlar að segja? Ætlar að fara í önnur lið og bjóða mönnum út að greina skóa? Þú veist, þú voru að tala við Ragga Balaga, þú voru að tala við alls konar gauðra, Sigga G og fleiri, sko. En ég meina, dugar ekki samt. Nú Emil Karel ángríns bara búinn að vera góður síðustu 2 leikjum. Já. Þú veist, hann skoraði 23 stig á þeim daginn á móti einhver manni Val eða eitthvað. Og þeirra markmið núna náttúrulega í dag bara að komast úr fallsæti, eða bara halda En gera það ekki Halda sér bara? uppi. Ég meina, það ok, mér finnst ándjóks bara að Óskar hafa gert mjög flottar hluti með þetta skagalið, en bara svona, hver á að leiða mig inn í einhverja baráttu, þú veist, næstu 15 leiki, Lalli Jóns eða Óskar, ég meina, ég tek alltaf þann sem er á 15. ári í þjálfun, sko. Já, ég tek alltaf bara út af reynslu og fyrirstökum, sko. Og svo bara hann líka virðist vera náttúrulega bara, þú veist, kannski meira frelsi í því að skipta út leikmennum og betrumbæta heldur en Sagan segir það. Samt ekki, Óskar búinn að skipta 2. Eða þú veist. Sagan segir samt að hann sé ekkert að pulling the trigger eins og með Lucien og Serban. Það sé bara Hver að því þá? stjórnin og Ég myndi ekki pull the trigger með Serban. Nei, Ég myndi alltaf býða. hann alltaf lagi líka í síðustu leik og maður bara er alveg farin að hann sjá. bara spekaður skilur þú Maður er alveg farin að sjá svona Já, glimpses það þyrfti af bara gæðum. Bara sendingar hjá hann sumar eru bara geðveikar, sko. það var einn sem að, hvort það hafi ekki verið bara Kitty Jónas sem að stakk upp á því með einhvern leikmann sem að koma out of shape. Það var bara svona, sem að var náttúrulega ekki gert sko, ég held að hann hafi verið rekinn, það var Litan sem að koma hann fyrst. Já. Arvídas. Bara svona, hann var bara að ráða. Spila bara fyrsta mánuðin bara frítt, af því að hann er í engu formi, eða bara drulla sér heim. Þú veist, það er bara, þessi Serbi þyrfti bara að vera bara mánuður, eða 2 mánuðir, og því engu standi, hvort viltu bara vera 0 krónur, eða drulla þér burt, skilur við. Já, en hann er með samningur í hendi, sko. Ég veit það, en bara, þú veist, it's Var a ekki joke annar að lið sem mæta tjekkaði á honum speka. og umsögnin sem hann fekk var ekki góð, eða? Jú, það er svoleiðis. En ég meina menn verða að taka sénsa, það veist, þetta er augljóslega góður leikmaður eða valla á einhvern tíma. Hann er svo dýr, sko, þetta er í raun ekki, hann er að koma fyrir seður, sko. Já, þetta er alveg fyrir. Það er annað lið sem að var að reyna að fá hann, sko. En svo segir maður sér alveg að hann nemi gæði, skilur. Ég er alveg búin að sjá það alltaf í síðasta leik og þar síðasta. Gæðin hans eru samt bara, þú veist, bara ég pinkubolta, bara drippa ógeðslega hægt upp, horfa þangað og senda til hliðar á hrauna, sko. Þú veist, þið ekki búin að sjá þetta? Eða þetta er svona floor general gæði í einhverjum öguðum balkanskabolta. Það er náttúrulega 2 aðrir balkanskamenn, þannig að kannski... Mér finnst það bara að vera með þannig auga að ég held að muni vaksa, skilur. Svo voru þeir 3 hérna, alltaf að tala serbnesku sín á milli þarna í Káarleiknum. Mér finnst það geggja. Það er hart. Og Kanir eitthvað þarna, pass me the ball. Og þeir bara eitthvað... Kanir, það voru eitthvað kanni í Káarleiknum. Nei. Það var ekki. Þú veist, ég sá hann, ég var það. Var hann ekki reynda fyrir leikin? Hvað var í leiknum? Leiknum eftir. Vakna, halló, heyrðu, næsti leikur. Ég meina lið. Ég meina, Þórláksson getur ekki fixað þetta, það er ekki hægt, það er engin íslensku markaður, þannig að, ok, Ármann, what's their problem? Bara amatörspil. Já, bara reynsluleysi. Já. Þjálfara teimi svo stjórnar. Já, bara vera með Kana sem er Sætland fyrstu 4 leiki, sem Já, nýliði það er samið við hann sko í sumar. Sætland sumar, í júní eða eitthvað, sko. Já. Samið við hann þar. Þú hefur, hvað er þetta? Júlí, ágúst, september og 3 mánuði til að redda þessu FBI-vottur eða hvað sem við veistum var sem er svona annað það vandamál. Hann missir af 4 leikjum í byrjun, eða ekki? 3-4. Ég veit ekki, maður ekki neitt slúðis. Hann missir af 3-4 leikjum í byrjun. 3-4. Svo eru þið núna kanlausir 2 leikjum eða eitthvað, svo kemur landsleikinn líka. Já. Og þeir eftir að segja... Þetta er bara, þetta er galið, sko. Þeir eftir að tilkynna ykkur, Galinn hegðun. eftir að fá öll leyfi fyrir hann líka, sem er bara búið að taka tíma í öllu liðum, veit ekki hvað er fokkið mörg liði kallar hvernig sem eru búin að vera bara kanalaus fyrstu leikjum. Þetta er líka bara, þú veist, Og sæna Martin Dólusæ... þeir sæna bara gauðra sem eru svona búin að vera allt í lagi hérna. Þeir gera anstæður í það. Þeir eru yfirborga fyrir svona allt í lagi gauðra að þeir eru búin að vera einn áður. Í staðinn fyrir að reyna að maximæsa peningin. Þeir gera anstæður í það, Já. sem er að taka gaur sem hafa ekki verið hérna og taka sjensin á einhvern gaurum að þeir séu actually góðir. Þeir eru að sæna einhvern gaur sem við vitum að hafa ekkert verið frábæri hérna. En menn að jú, kannski sé eitthvað potential, það sá allir eitthvað potential í Daniel Love.
og hann alltaf í lagi, skilur. Það sá allir potentialið Matti Dólusæ, hann átti alveg eitthvað leiki sem var frábæri, skilur. Ég finnst það bara þegar hann var heill með Remi Martin bara frábæri. Ég segi það, hann var geggjað þar, svo ekki getað neitt síðan. Nei. Og meiddist líka á eitthvað, skilur. Lagi og Grant Son var ekki góð í þetta. En, já, Og svo fara að breyta ykkur núna þegar þeir eru fallin, sko. mér finnst það samt ándjóks ekkert eitthvað galið lið, sko. Mér finnst bara Lagi og Dólusæ inn í teig. Mér finnst það bara svona, bara allt í lagi. Auðvitað það weak, en það samt allt í lagi. Já, ég held alltaf að hlaupa miklu meira einhvern veginn og vera bara guns blazing og eitthvað og bara, mér finnst það að þeir ekki bara vera með heilt liðnast í einum leik, sko. Nei. En svo, voru þeir ágættir á móti Val og þeir voru ágættir á móti IR. Það bara svona, mér finnst bara að það vanta bara, það bara eins og þeir séu bara frábæran kanaleikstjórn sem getur skorað. Já. Af hverju þeir ekki með Kana point guard? Og hundur. Af hverju þeir ekki með Kana point guard? Bragi ekki point guard. Nei. Bragi bara Bragi svo segir ykkur Arnar. Já. Skilur við. Og Frosti svona, jú, hann getur leyst pointin. Hann bara frábær bara skipta. Ef þú væri bara með þá tvo á vanginum eða skiptast á að vera inn og bara með, og þar myndi ég að taka séns, bara Þetta bara reynsluleysi að setja saman lið, sko. skildi ekki. Herri, ok, Bara eins og við talaðum oft áður, það vantar bara einhvern sem getur skotið boltanum. Þeir eru með Klónara svona að breyka fyrir utan. Já, Kristján Máni getur skotið, en hann bara alltaf í 10 mínútur. Já. Af hverju fær hann ekki spila? Ég skil það ekki, þú voru að tala um Borsa. En ég myndi alltaf hafa miklu meira inn á. Ég var í síðasta leik, þá voru þeir að tapa á móti hverjum. Þá töpuðu þeir á móti Lalla. Þóþólsson, Er ekki Tómi búinn að skjóta ágætlega líka? Jú, Tommi búinn, og hann búinn að spila mig, ágætlega. hann búinn alltaf að auka stöðust í hérna fræks. Veit einhver clubmate, eða? Ég með hérna. Ég hef bóla elgust. Gæðið. Herri, það sem ég ætlaði að segja hér. +2-5 IR lendi í síðustu viku. Ég lagði ekki. Takk allir. Herri, það er að Falko setti buzzer þrist. Já, bóksleim. Undir. Ég horfði á hann leik. Því allt annað vann. Og þetta náttúrulega vann. Spila mikið. Ég skil ekki hvað þeir eru að gera. Jacob Falko að dribbla svona 40 sinnum í hverju sókn, sem alltaf í lagi, hann bestur. Svo sendir hann til hægri. Það stendur Björgvin. Já, Hákon Hjálmars. Og dribbla 40 sinnum. Já, sko, Hákon dribbla 40 sinnum, en Björgvin stendur hann til hægri. Í staðinn fyrir, að vera einhverju hotni eitthvað, kötta eða setja einhver skrýni eitthvað. Svo sendir Björgi tilbaka á Falko, stendur kjur, svo dribblar Falko inn í hans svæði, og þar stendur bara eitthvað Emil Karel og bara strippar hann. Því ég bara svona, af hverju reyna þeir ekki einu svona að búa til eitthvað pláss fyrir Falko með gaurunum sem eru innan? Það bara svona, það eins og eina planið sé bara, allir bara standið í kjurur og Falko does the rest. Já, þú veist, mér finnst bara 100% betra liði þeirra, sko. Með Kavas. Bara 100%. Þetta var sama liðin hann varst, nema ekki Kristján Fannar. Það varst með Hákon, varst með Kavas, varst með Björnatil. Þannig að Danki. Ég get segja hvað sem Sarko Sarko Jörgens, Óskar Jörgensen var þarna. Óskar Jörgensen var sem fjölur að skipta. En sko, þú veist, málið er að ég skil bara ekki líka með bara, þú veist, oft liðin sem eru saman inn á, þú veist, eins og í þessum leik. Að ég held með IR í þessum leik, svo þeir myndu kofera Batman. Og ég skil ekki af hverju þú ert inn á með, þú veist, í fyrsta leik geta Mango, Chutney og Sarko ekki verið saman. Mango, Chutney bara umöðulegur og Sarko ennþá umöðulegur. Já, svo ertu með Björgvin kannski inn á með þeim. Og svo ég bara eitthvað svona, samt Kristján Fannar þarna. Mér finnst að Ingólfur og Björgar hafa verið svona besta við þetta lið, sko. Þú veist, Hákon skaut mjög vel í fyrra. Kristján Fannar getur skotið, mjög vel. Tommi getur skotið. Og svo bara svona... Það er allt bara gaurar sem við rættaður, sem geta skotið. Það er enginn skiptar nema Kristján Fannar. Við erum ekki garantera... En það er betra að hafa þá inn á heldur en gaurar sem bara geta alls ekki skotið. Nei, ég veit það. Og Sarko Júkic, sko. En þú getur ekki... Þeir eru betri vörn á móti. Liðið er bara bett á það að þessi gaurar heiti ekki, skilur. Og það er bara að virka langt oftast. Já, samt ekki því að þeir eru 3-2. Þeir eru mjög ákveðt vinningshlutfall. Þeir eru ekki unnið neitt leik nema Ármann eitthvað samfærandi og það var samt ekki samfærandi. En mér finnst þess að það var, gert vel miðað við allt, sko. Eru þeir að fara að vinna? Þeir eru ekki að fara, nei. Grindavík á heimavelli? Nei, þeir eru ekki að fara að gera neitt, skilur við, á tímabili, nema að breyta eitthvað. Samt hættilegu leikur, sko. A rainy Thursday night in Breið. Því að þú áttalega að vera í einhverju play-offs baráttu með að taka Falko í liðinu, sko. Já. Þú veist, í einhverju alvöru baráttu að fara eitthvað langt í play-offs. Vantar skipti, myndir þú þá henda Chutney og taka stóra mann sem getur skotið? Ég myndi henda Sarko, Chutney.
Myndirðu taka Milka inn sem Já. fimmu? Miklu frekar. Ég held að Taka Milka, Jake og Falco, Milka, pick and roll, aldrei vekja mig. Já, og bara Milka er bara 100 sinni betri en Michael Chutney, sko, og Bossi er bara mjög góður í að... Af hverju hringja þeir ekki bara til Njarðvíkur og bara svona, hei, eigum við að bjarga ykkur úr vesunum eitthvað? Bara, við skulum bara taka Milka, Bossi kann að nota balkanska... Og Milka væru, já. Það er þetta lit á enni, þú veist hvað ég meina, svona... 2 sköllatir. Já, fundamental, real basketball, Já. skilurðu? Real basketball. Fengið pick and roll leikinn. Já, ángríns bara. Þetta er bara geðveikur punktur. Og Njarðvík bara eitthvað svona, þú veist, þeir buðu bara, þeir buðu bara, grafvél og þvottavél með, þannig að við bara urðum að taka þessu, elsku vinur, og þeir sæna bara einhverju gauðir sem þú varst að nefna það. Herru, næsta, þetta er leyst. Stjarnan, uppáhald Davíð Elds, nei, uppáhald Sigurður Orra, Saturday Day. Mér finnst það bara ömurlegur. Já, þannig. Ömurlegur. Mér finnst það bara öskra á mig að hann sé vandamál í þessu liði. Og alltaf, sko, annað sem er vandamál er bara að þetta er alveg nýtt lið og þeir eru ekki Alveg nýtt lið. nánast. Bjarni Guðmann Ægi Orra, þetta er bara 3 af 6, þetta er ekkert alveg nýtt lið. En Ægir er ekkert verið með leikjum og eitthvað svona, skilur. Já, ok. En já, þetta eru 3 gaurar og einn af þeim byrjar alltaf á bekknum, skilur. Þannig að 2 sem eru alltaf inn á og 3 nývöldu líka. Og þeir voru Íslandsmeistarar í fyrra sem var frábært lið og nú ertu komið með... 2 bossmenn og efstu hillu sem hafa spilað þetta oft áður. Já, þú komið gaurar bara saman í liði núna, þeir ekki slípa þið saman, skilur. Ok. Ef þú vilt að það lýsi toppbarti, þau eru alltaf að fá að slípa þið saman. Mér stólan sem að þeir voru eiginlega með sama liði fyrra, nánast núna. Já. Þú ert með Njarðvík sem var svona, jú, einhverjir þekkjast allavega 3 skilur, eða 4, og 1 nýjan þar. Og með hvað fleiri liðar. Já, ekki fara að telja þetta allt upp, en hvað viltu að þið gerir með Saturday Day? Ég bara að þeir láta hann fara og sæna ykkur betri. Já. Bara Alltaf þegar fett er, það væri þá 4. Já, bara 4. skjóðstóri maður. Reka helvitis kanan og sæna annan. Ég er alveg sammála, ég sagði þetta eitthvað í síðasta og það sé Þú veist, áður þegar það sænið hann, af hverju það sænið Já, hann? þetta var búið að skrifa. Af það. hverju sænið Mér finnst það bara Julio lélegt. Jessis í þetta slott í sumar? Það var eitthvað svona, Það var eitthvað óbeldi. þeir voru í einhverjum svona, það var einhver vinagreið, bara eitthvað Baldur og þengir útbóðsmann hans eða Það eitthvað. hlýtur að vera. Mér finnst bara liðið að vera lélugur vörð, heimskulega ákvarðanir vörð. Mjúkur. Alltaf að reyna að stela einhverjum heimskulegum sendingum á topp og gefa leið upp staðinn. Hann er alltaf eitthvað að reyna að færa ykkur að hjálpa þegar hann er að hjálpa. Og það ásvo sem við fleiri leikmenn en aðalega hann, skilur við. Hann er alltaf að taka ykkur umulig leið sem hann klárar ekki. Hvort tækirðu Saturday Day eða Mango Chutney við? Hvor er það? Bara myndi ég bara, Hvor myndi vinna 1 á 1? það var Ingvar Frey frekar inn á það. Hvor myndi vinna 1 á 1? Myndi ekki Mango Chutney skólan eða? Saturday. Hvort, svo fyrir við í KR. Það segir að Kjartan Atli sé vandamálið. Því miður bara er annar Kani þar vandamálið, en þú veist... En maður 38 stig í síðasta leik. Já, en bara með bara liðið... Er Þorvaldur Orri ekki vandamálið? Jú, en þú veist... Getur ekki breytt í, skilur. Ég er með... En ég meina, er eitthvað vandamál í KR? Erum við að vinna fullt af leikjum? Mikið betur en maður held? Já, töpuðu Þóttir síðast. séu búin að vera hefnum með hérna schedule, sko. Mjög hefnum með sketsjól. Mér finnst það blekja ekkert eðlilega mikið sketsjól En þú veist... á mínum mati. Það tekur enginn þess að sigur að þeim, sko. Og ég Þeir meina, bara það er ekki unni í grunn. Þeir eru búin að spila En á... svona... Þeir eru búin að spila Ég veit þetta, ég er alveg sammála. Þeir eru búin að spila við, sko, allslausa stjörnumenn. Þannig eru 3 leikir. Hvað fleiri eru leikir og liðir spila við? Myndum á það. Spilum við Grindavík án DeAndre Kane og Shabazz og tapa samt. Málið er samt sko, að því að Raunar segir, er samt eitthvað vandamál þar. Nú erum við að fara ofar á listan og við skulum kannski ekki endilega vera að tala um vandamál heldur en sko, heldur, þú veist, hverju, þú veist, þurfa þessi lið að breyta til þess að ná herra eða... Já, algjörlega. Eða það ekki, erum við ekki komnir í þann flokk núna, basically? Sko, auðvitað ekki það að farið bara í auðvitaðlausnina og skiptum kanna. Það er svona bara, þegar þú breytir ekki Íslendingum í dag, bara í þessa deild, það er út einu mann sem við treyta þessa deild ekkert mann einhverju gaurum, skilur. And then we'll do it again. Já, en þú veist, þú getur sagna hverju gaurum fyrstu deild, þeir eru ekki fara að færa nálega mikið fyrir því, það er bara auka breytina eða eitthvað. Það er KR er bara niður í 10-11 mann með pieces sem þú gæti treytað og verið í NBA. Já. Þú gæti tekið bara eitthvað svona Orri Hilmars, Lars
og Alexa Jukovic og boðið þá alla í Mango Tjötti og Kristján Fannar. Já, það er bara Þór Þórðarsson sem var nauðsynlega vantar. Já, einmitt. En skilur hvað ég meina, þeir svona boðið á í Jacob Ross, ef að Jacob Ross verið geggjaður, hinum vantar Draft pick. hinum vantar rullispilur að þú getur sendt 3 Íslendinga. Svo sæna þeir bara nýjan kall. Já. Það var að hægt. Það erum við marga góðir. Ég segi það. Mér finnst vandamálið KR ekki vera, nei þú veist kaninn, mér finnst vandamálið KR vera að þeir eru ekki með leikstjórnanda. Turbo þarf reglulega að koma með boltana upp að því að... Já, hann er leikstjórnandi, það eru einskilur. Alexa Jukovic er leikstjórnandinn, hann bara er ekki nóg góður, þannig að hann er fullt út af. Tóti er svo skapar alltaf. Tóti er bara halfkort, high quality player. Þetta er bara svona eins og Hilmar Henning styrti að pointa. Tóti er alltaf þekktu fyrir það að vera bara góð opnumvelli, sko. Hann er bara mjög góð, hann er besti leikmaður ég veit það, en hans styrkleiki er opnumvelli, skilur. Hann er bestur hann er samt ekki að vera að koma upp með boltan, taka 4 step back. Ég er ekki að segja það. Eins og Balli Risi og stilla upp, sko. Ég er ekki að segja það. En það er sóknarleikur að vera lélegur af því að hann er að gera þetta. Ég veit það. Sem er alveg vandamálið. Við erum ekki bara Risi. Þetta hlæja að þú myndist þér hvernig hann stilti upp það. Vandamálið er bara að vantar einhverja hörku. Mælum að highlight tapeinu YouTube. Þú veist, ef hann farið að Jakob þarf að fara að þjálfa liðið sig. Nei. Það vantar bara varta líka hörku á þetta. Nei, þeim vantar bara... Ömurlega vörn. Nei, býtu, ég ætla að segja hvað mér finnst frá vandamálið KR. Eða svona, hvað þarf að gerast til að þeir ná einhverjum nýjum hæðum. Það er nákvæmlega sama og ég sagði þarna í stættu 2, 10. ágúst. Það er búið að búa til pláss fyrir Íslendingana að skína, ekki satt. Þeir eru með rulluspilara, point guard, nýliða Kana og Linnards er bara svona high quality verkamaður. Já, borgarstyrleikmaður. Já, sviðið er bara sett fyrir einhvern að gera eitthvað. Hvort svona það er Þorvaldur Orri, eða Veigar, eða einhver af þessum 100 leikmennum sem eru þarna. Orri. Það er engin Íslendingur fyrir utan Þóri sem við getum sagt að sé eitthvað svona secondary eða third all-star lið Íslendinga í deildinni. Þeir eru allir bara... En Tóti er samt með góða tölur, það er ekki með góða nýtingu, sko. Nei, hann er samt búinn að vera mjög góður og það er, þú veist, hann er góður. Hann er góður, ég segi það. En þú veist, það þarf einhver að fara að taka eitthvað skref. Hvernig sér við gera það? Ég meina, við heldum alltaf að það er Þorvaldur Orri. Það er bara svona að maður er svona farin að pæla hvort að það sé að fara að gerast. Einmitt. Og niðurstaðan minn er bara, ef enginn ætlar að gera það, þá myndi ég bara sæna eitthvað ekki viðbót, sko. Einmitt. Bara burtu með hennar Serba. Og, ég veist, já, ég er alveg á því að KR er með svona grunninn að því, með Linnards og Þóri, að geta bara gert eitthvað, sko. Já, þeir eru alveg með vopnina, skilja, þeir eru með leikmenna, þeir eru með breytina. Já, þetta er eins og í Njarðvík, þetta er samt bara eitthvað svona... Þetta er ekki svo Njarðvík. Já, alveg eins og í Njarðvík. Betri toppa. Hver er með betri toppa? Njarðvík. Já, mögulega. Ekki miklu betri. Jú. En þá Njarðvík alltaf bara að vinna á morgun, eða? Já. Ok. Take it to the bank. Samanlega því förum í Keflavík. Það er 4 lið eftir. Keflavík er þessu KR, nefnir bara betri gaurar, eða meira prúið gaurar, skilur við. Þeir eru með ómikið af gaurum sem að eiga að fá að spila og eru allir ekki að skilja ykkur og þetta er flott í deildinni, skilur við. Svona framan af, þú veist, þeir allir eru að fá að spila ekki og þeir eru kannski að taka leik og leika sem að allir eru að fá að spila 15-20 mínútur og þeir eru að vinna með 15, skilur við. Mér finnst Keflavík mjög gott lið. Mér finnst þeir að vera bara contender í ár með liðið sem eru með núna. Af hverju samt? Bara tilfinning. Þeir eru stacked, sko. Þeir eru stacked, en þeir eru búin að spila svona einhvern veginn, ok, jú, þetta var stjórnussigurinn rosa flott. Mér finnst bara stígandi, Jú, þeir voru yfir á móti stólum í hálfleik eitthvað, svo dalaði að taka dífu. Ég held að þeir verði alltaf betri og betri þegar líður á tímabilið, maður sér það. Já, verri og verri. Ég held ekki. Svo verður bara allir betri og betri og bara allir endaði að vinna. KR verða miklu verri, IR verða verri, IA mögulega verða verri. Já, Valur verða betri, Álftannes verða betri, Keflavík verða betri, Stjarnan verða betri og Njarðvík verða betri. Það verða alltaf allir betri. Ég held að Keflavík verði verri. Þegar líður á slípast öll lið, við höfum bara séð það bara í over-underslínum á bettinu. Og þeir eru óvast nánast í öllum leikjum, fyrstu leikjum tímabilsins, svo fer línan alltaf bara að ok, unders eru bettið þannig. Það er bara, það kom betri vörn í öllum að allir fara að slípa saman, skilja. Eða bara allir verða ef hún fara að taka bettið inn í þetta. Allir verða bara meðslum og þunglind. Já, hætti allir að hitta allt í hérna. Menn verða verri í körfu þegar það líður á. Þú veist, ég bara veit ekkert.
Ég ekki alveg af seldur á Keflavíkurliðið og landin virðist vera, sko. Þeir Landin seldur töpuðu með double digit á móti Grindavík, þeir töpuðu bara með 20 fyrir norðan. Það enginn að tala það samt, það sé einhver líklegir í eitthvað. Hefur þú heyrst einhvern veginn að tala það? Já. Ég var ekki að Keflavíkur kvöld, sko. Nei, Ég sá á Vísi, þá var Jonni að reyna að tala niður væntingarnar. Þá var allir að tala að þeir væri bara flottast. Já, ok. Og taka viðtalið Daniel Guðna 2 föstudaga í röð, bara svona, hann að stilla væntingum fréttamannsins í hóf að við erum bara, þú veist, að slípa okkur saman. Það er flott. Ég hef ekki verið að varða við þetta, sömurðaði. En mér finnst það fullt í þetta lið og mér finnst það að vera í topp 4. Óli og Hilmar bara mjög feskir og góðir, sko. Þeir eiga verið í topp 4 bara. Sammála. Og þú ert með bara aukagöra eins og Óla sem búin að vera bara mjög góður í þeirra ég hef séð það, en ég hef ekki séð alla leikina, alveg heila leiki, en eitthvað góður leikum. Halldór búin að eiga spretti, Valur Vals búin að eiga bara allt í einu mjög góða spretti. Eru þið að fara að vinna Skagan á föstudaginn? Já, það var bara hversu stórt. Með 10-13? Ég hugsa 15 pluss. Ok. Það er mín spá. Ég alveg sammála þess. Álftanes. Þeim bara eins góður með stúi vera orðin og frábær. Það var hann bara bestur í fyrra sem svona auka gard skilurinn. Já. Svona 2 leikstundar kerfi. Hann er skórari. Hann er skórari skilurinn og mér finnst það vant að leikstunda. Já. Þeir voru með leikstunda, hann kom, hann var bara ömulegur. Já. Mér finnst það ekki off það. Kjartan komur í frasana og eitthvað. Já. Það er nýr dagur á morgun og kjartaði. Það er leiðslega að byrja því. Það er sko, það byrja það aftur. Eru þeir að fara að vinna Val? Ég ekkert sem viss. Mér finnst það 50-50 leikur. Já. Ég ekki seldur á hana. Mér finnst þér ekki nógu... Koma betri bett alltaf hana. Mér finnst þér ekki vera með nógu góðan sóknarmenn. Eða svona nógu góða bara sóknarmenn. Já, það eiga alltaf boltmann inni og eitthvað, en þú veist, er það að fara að bjarga það með eitthvað? Ég veit Það er spjargaðin til þess að þeir verði meistarar. Já, þú veist, það áverður ykkur. Mér finnst það alveg vonbrigði. Maður var svo seldur á það. Mér finnst bara að vera svona 3 leikmenn þarna sem eru bara mjög góðir körfuboltamenn, alhliða körfuboltamenn einhvern veginn. Haukur Helgi, Hopkins og Siggi. Þú veist, þeir eru samt allir 3 svona... Þeir þurfa allir 3 að vera bara sóknarlega geggjaðir fyrir mér ef þeir ætla að vinna góðulinn. Já. Og það er bara svona... Vantar meiri stöðuleika. Stuðullinn á Siggi, Hopkins og Haukur hitti allir á þessu skotleik á sama tíma. Það er bara droslega oft, sko. Þegar ég horfði á bikarleikinn Álftanes Njarðvík. Já. Alveg fram, langar að segja 4. leikum þetta. Ég var bara, hann Sigurvitillinn á bekknum. Já. Veitur hann þér? Which one? Almar. Almar Bakari? Nei, hann sem er að Álftanesi. Svona Guðna Forseta? Nei, skiptir ekki máli. Það er enginn á Álftanes sem Unnsteinn sem er Grindavík. Það skiptir ekki. Allavega, ég skal ræða þetta. Já. Hann hafa gert meira en á öllum heldur en Sjón Hangis. Skilurðu fram í 4. leikum. Hvernig andskoðan verður að tala? Ég man ekki hvað heitir hann. Einhver Íslendingur sem kom inn á? Ég skal ræða þetta senna. Það kom ekki inn á. Það kom ekki inn á. Meðan Hopkins bara verið ömurlegur í 3 leikluta, var ekki að sína nei og hann bara keila á vellinum. Hann bara stóð eitthvað staðar, gerði ekki raskat, skoraði ekki hverfu. Stóð allir í 4 leikluta, fekk hann einhver 4 skot, sett þetta þrista núni, kláraði layup, endaði með einhver 17 stig í leiknum og kláraði leikinni með einhver layupi þarna alveg í lokin. Manstu? Já. Bara, maður svona, já ok, hann actually getur eitthvað. En ég var bara að horfa á heila leik, hann var bara alveg horfinn. Haukur Helgi eins. Skjóta flata, þrista. Málið mitt er bara með Hopkins, skilurðu. Það sem ég er að hugsa með Álftanes er að þeir mæta Val núna á morgun eða föstudaginn, meira föstudaginn held ég. Það bara gengur geðið illa. Þú veist, bara svona 1 mörki er bara ekki ná að skapa neitt, skilurðu, og Haukur er flatur eða eitthvað. Sjálf að sig, skilurðu. Já, og Haukur er að skjóta illa á morgun eða eitthvað. Ég sé í engum heimi bara eitthvað svona Hopkins, bara eitthvað svona gera nokkuð skapaðan hlut. Ég sé frekar þú að gera það, skilurðu. Já, ég er að segja það. En þú veist, er það eitthvað æðislegt eða? Þegar þú ert með, þú veist, þeir eru inn í erlenda leikmenn, þeir eru með 3 erlenda leikmenn og Keke hefur aldrei sett nokkuð hlut á bakið á sér og karjað neitt. Hann bara gerir sitt og er bara alltaf solid 18-8. Já. Svo bara mun ganga einhvern tímann illa á morgun eða eitthvað. Og hvað þá? Mann finnst þér eiga að hafa verið betri þeir eru, með liðið sem þeir eru með. En þeir vantar einhvern félag. Þeir vantar bara betri... Já, þú sjá hvernig þessi gaur sem þeir fá verður áður við dæma á það vekk. Og svo er mér líka bara varnarleikurinn ekki að hafa verið eitthvað frábær. Eins og ég held að hann er... Sindastöll,
Þeir hafa bara þeir hafa leikmenn í öllu stöðum sem eru góðir, þeir hafa góða breidd, eina sem ég get eitthvað sett út á þá bara að þjálfarinn hefur ekki unnið þann stóra, en þú veist, það alveg mjög margir sem ekki unnið þann stóra. Ef að Benni væri þarna, þá myndir þú segja Lítill. En Arnar hefur með fullt af góða liðum ekki unnið þann stóra, en hann er fullt af byggjartillum alltaf. Ekki fullt af liðum, bara Stjörnuna. Bara Stjörnuna. Já, mismunandi stjörnulið, fattar það, mismunandi hópa. Já, skilur. Mismunandi góð, öll góð stjörnulið, skilur, og ekki náða að vinna þann stóra. Var ekki Teitur sem fór í finals og vann titilinn? Nei, hérna. Saman byggar. Já. Arnar náttúrulega vann alveg byggar. Nei, ég veit, ég er að muna að Teitur hefði farið með það hérna. Það var Teitur sem fór með finals, stjörnuna á síðan tíma. Já. Ég man ekki eftir Arnar að fara í finals á tíma. Með öll þessi góðu lið. Þeir voru líklegir við COVID. Já, það voru við líklegir. Tom Sig og Ægir og Keflavík líka náttúrulega. En já, mér finnst að hafa allt alls, bara svo leikurinn í gær, þeir eru bara með gaura sem geta mætt inn og bara... Þú myndir ráða einhvern þjálfara sem hefur unnið titilinn. Þú myndir ráða Friðrik Inga, Sigga Ingimundar. Nei. Hver eru fleiri þarna? Bara ef ég á gagnrýna einhvers lið. Inga Þórs. Mér finnst bara Stólar vera, þú veist, efstir í fæðikeðinni í dag. Þá var Grindavík efstur á tónum, mér finnst Stólar vera liðið sem að team to beat. Já. Staular. Stólar eina liði sem að fara að jarða leik eftir leik fyrst með einhvern veginn. Engur Indjánar. Já, en einhvern veginn. Þeir eru ekki seldir ennþá. En þeir eru góðir, skilur. Hvað er ekki seldir? Bara þetta lið. Flottir en eitthvað svona. Einhver Indjánar. Þeir eru ekki mjög likeable. Sem lið. Er það ekki samt bara kostuð það? Jú, mögulega. Eru þeir samt unlikeable af því að þeir eru... Stólar eitthvað likeable eða? Elskar það bara að sjá, hversu margir hata Adam Strongylas, skilur við? Enginn hatar hann lengur, hann er algjörlega orðin bara... Í öðru liði. Hann er orðin enginn... Sjáðu hann olbúana! Olbúana Strongylas! Hann er orðin enginn fauti lengur. Það voru að vita í dag að hann er ekki alltaf að berja menn, sko. Hann var miklu harðari hérna fyrst. Hann alveg eins og bara Bosse adjustaði þetta sem þjálfari. Hætti að öskra á menn og vera eins og hann var fyrir vestan og þegar hann var smá í Tindastól. Þá er Strongylas bara búinn að adjusta íslensku svona haga sér dæminu, sko. Já, en þú veist, já. Ósammála því? Nei. Ég meina, fyrst þegar hann verið Þólasson þá fekk hann 3 sinnum leikbann, sko. Já. Hvað er hann búinn að bara í vetur vera oft eitthvað svona milli tannar og fólki á Strongylas í að berja eitthvað? Ekki einu sinni. Það mun alltaf koma. Hann er bara tjakkandi upp 3 stiga skotum og er bara geðveikt góður í körfu. Það kemur að hverju tímabili hjá honum eitthvað moment. Og mér finnst það ekkert slæmt, skilur. Hann er bara allt og stiltur. Hausinn og sjónum. Hæ? Hausinn og sjónum. Hausinn og sjónum. Ég held að hann bara svona, hann er bara ekkert eitthvað það æstur lengur. Hann er bara svona, ekki fyrir í play-offs þegar hann... Hann er orðið gamall. Hann er gamall og reyndur bara, veit hver að hann var hérna. En já, þessi, bara Stólar, kekkja lið og bara fyrir mér team to beat. Og fyrir Grindavík að... Já, og spyrjaður Grindavík. Bara mist eitthvað, þeir eru geggja leikmenn, þú séum að frábæra toppa í öllu stöðum með Shabazz og Kane og Mortensen er frábæra spilari og með hérna Jordan Semple, ég meina Mortensen er 4ða option. Já, þeir eru með frábæra útlendinga, svo eru þeir með Óla. Hérna landslýsmann, veteran Íslendingin og efnilegasta Íslendingin. Svona blanda. Það er svona frábær blanda, sko. Þeir eru með 6 frábæra, hvað svo? Það er eitthvað fleiri 6 frábæra. Það er 7. Hæ, ákveði? 7 sem geta að spila og gert eitthvað. 7. Kristoffer Breki getur alveg komið inn á og spila smá vörn og... Hann getur alveg verið þeirra bjarningum. Hann getur alveg gefið þeim bríðir. Ég veit ekki, þetta er bara mist eitthvað að fanna. Já. Mér finnst sko eiginlega bara sko að vera með 5 frábæra þegar Óli kemur inn. Skilurðu? Mér finnst líka 5 frábæri þegar Arnór er inn. Hann dreifir boltan, hann þarf ekki að sýna. Já, en í síðasta leik þá lendi Arnór í vandræðum sóknarlega, hann var með 1 stig og mútið Keflavík. Já. Þannig að þá spilar Óli meira til að bara, þú veist, að reynsla inn á, hann spila meira í seinni hálfleik og eitthvað. Og þó að Arnór byrji. Þannig að þá ertu komið 5 frábæra, ef við segjum Óli frábær. Svo ertu komin, þú veist, það þarf bara að gefa hinum bríðir, fattar. Ég er bara ekki að kaupa, þú veist, ég skil alveg þessi geggjaðir, þetta er allt geggjaðir leikmenn. Ég bara veit ekki hvað það er. Segðu það. Ég veit það ekki. Ég get ekki að putta á það ennþá. Hvað finnst þér í alvörunni?
En finnst ykkur ekki skrítið að taka Colton? Nei, já. Já, svo eru þið konum hann líka. Það er það. Mjög skrítinn. Nei, til hvers? Hvað kallast það? Vistaskipting? Nei. Það skiptum vist. Já, Er það orðað það? já, vistaskipti. Á hverju átti hann þessi vistaskipti? Hann er ósættið með að fá ekki spila í Njarðvík eða eitthvað, ég veit það ekki. Veistu hvað er hann að fara að spila þarna? Ég veit það ekki. Ég veit Það það er hann ekki að keppa með að vera 9. maður Kannski, vinstri? ég bara veit það ekki. Nei, Kannski byrjun er það bara er sem að spyrja sig vill æfa í Smáranum skilur eða eitthvað, ég veit það ekki. Það er ekki Grindavík bara. Hvernig er lagið sem að Hilmarík út samt í? Hver eru bestir í? Smáran. Af hverju er það? Grindvíkingar í Smáran. En já, þetta er svona, Ok. Grindavíkur stólar er bara, þú veist, það er ekkert að þegar það skilur, þú getur ekki sett eitthvað í. Ég var í smá galsa ekki þess. Eins og 28 ár. Ég ætla að segja aldrei þessu vant. Og ég ætlaði að taka hraunar í smá hraðaspurningar. Ok. Super. Svo ætlum við að betta. Ok. Þú hefur bara í alvörunni 2 sekúndur til að svara. Þú mátt ekki bara eitthvað Ok. Þetta er bara, þú veist, ég er bara eitthvað á FM, skilur. Er þetta körfubolti? Já. Ok. Hvort myndirðu frekar búa með Milka eða Kínu Rockford? Vilka? Kæmist Sara Rún í byrjunarlið Ármann Kalla? Já. Hvort myndirðu frekar drekka Radiant eða Happy Hydrate forðaðar stólar? Alltaf. Hvorugt. Happy Hydrate. Hvort myndirðu taka við og setja á, stofna kvennalið á Egilsstöðum eða hjá Sindra? Egilsstöðum. Hvort myndirðu búa á Ísafirði eða í Bergen? Bergen. Eh, Ísafirði. Á Ísafirði? Já. Ok, þú hefur búið þar. Já. Úr hvaða lagi er Ég vil ekki búa í Ghana? Hann er aldrei í skónum en hleypur frá ljónum. Ég var ekki hvað læði heitir, en þetta er með Angle the Bad God. Frábært lag. Hann er aldrei í skónum en hleypur frá ljónum. Þetta er lagið Kenya með Ingófi. Ég uppgöt þetta lag í gær hérna á skrifstofunni. Þetta er ekkert eðlilega gott. Ok. Var ekki meira það? Nei, því miður ekki. Komst ekki. Auðvitað en ég held sko. Já, ég komst ekki lengra. Stóð ég mögulega? Já, mjög vel. Nú er það þú að útskýra, af hverju þú frekar búa með Milka heldur en Kínu Rockford. Ég held að það sé bara svona aðeins heilbrigðar einstaklingur. Þægilegri Já, sambúð. heldurðu það? Ég held að þetta er þægilegri sambúð. Er Kínu svo allra veikasti sem hefur verið í Íslandi? Já, Ég held það sko. ég held það. Ekki nema mögulega einhverjir af þessum kunum sem að hafa bara basically ekki verið þarna, eins og Kanin sem að Selfoss sænaði í fyrra. Já. Nei, það fór þetta gott orð af honum. Já, hún kom. Tony Rhodes. Það var Kanin sem að hérna, Gústi Björgvins sænaði sem að labbaði út Já, á hann tónleik. var skemmtilegur. Já. Hérna, Jones. Já. Louisville hann að kalli. Já, hann var létt bilaður. Þú veist, það eru svona nokkru svona kanar og líka bara svona back in the days, eitthvað svona, einhverjar sögur. Fyrir eitthvað, þú veist, á sögunni sem einhver gauður mætti og fór heim fullur bara Ég er bara síðan ég byrjaði að fylgja körfbólta, ég hef aldrei heyrt jafn mikið af Kínu var biluðum erfiður, sögum sko. af Kínu, sko. Nei, Menn voru alltaf tefnum til tán, sko. ég held að sko Kínu er örugglega erfiðasti sem að hefur, þú veist, klára heilt season. Já. Það er bara, Bara það er virðing á Baldur Ég ætla að segja, sko- og Hadda og félaga þannig Já. á Þorlákshöfn sko. Hafa náð að láta ganga sko. já sko, það er ekki, mest afrekki á Baldri er ekki að vinna hennan titil í fyrra sko. Það var meika heilt season með Kínu og svo. Það verður aldrei toppað. einmitt. Við varum betta. Já, hérna, fáum upp seðlinn minn, Einar. Þetta gefur tæplega fjórföldin. Er þetta sá öryggi? Þetta er öruggur eða? Nei, ekki Nei, alltaf að ég segja. myndi sleppa þér alltaf í stóti sko. Já, ég líka, að mínum með þig. Ef Álftanes tapa fyrir Adrian Griffin, Hjálmari í standinu sem hann er í, Já. þá fer ég aldrei aftur á herrakvöld Álftanes. Það kemur alltaf nýtt dag sko. Kemur í dag. Þeir mega ekki tapa þessum leik. Það væri a disaster. En maður var úr tapað þessum leik. Já, ég meina, Valsmaskina, hún er það. Það veist, þeir eiga einhvern veginn alltaf bara svona sjálfströstuð inni. Altanes
geta mist sjálfstraustið. Já, og þeir mistu smá af sjálfstraustinu upp á Skaga. Já. Þú veist, Valur, ég held að þeir missa aldrei trúna og þeir vita alveg að það eru breytingar í vændum. Hvernig unnu eftir Álftanesi síðasta leik? Voru þeir unnu Njarðvík? Unnu Káir var ekki? Nei. Nei, þeir voru unnu hérna Njarðvík. Þeirra Rúnar Ingi gaf... Var það síðasta leikur? Nei, þeir unnu Stjörnuna. Nei, töpuðu Stjörnuna. Hverju unnu Álftanes? Káir ekki? Þeir unnu Káir. Þeir unnu Káir. Þeir unnu Káir þar sem að vandaði 2, það er rétt. Já. Það var ekki sannfærandi svona framan af. Lentu undir Undir í hálfleik. En Káir spiluðu sko... En endaði sér í 9 stigum eitthvað, skilur. En Káir spiluðu gjör ólíkan. 189. Já, ok. Þeir spiluðu algjörlega öðruvísi körfubolta en Valur spilar Álftanes sko. Nei, hérna Káir. Káir bara svona létu vaða bara allt á fyrsta tempo. Já. Og bara hittu geðveikt vel í fyrri hálfleik. Slóðu út af laginu eins og Kjartan sagði eftir leik. Og ég hef aldrei séð Val spila þannig sko. Nei. Aldrei séð Val bara eitthvað í 20 mínútur vaða á fyrsta tempo og nokkuð. Ég hef líka aldrei séð Val tapa með 30 í einhverju leik. Ég sagði daginn, Ég er að segja 65. Ég er að segja það. Fyrst skipti ég sé þetta gerast. Bara síðan að Valur varð Valur, það hef ég aldrei séð þetta gerast allan tíma. Þetta stærsta tap sem ég sé að taka á bara 15 stiga. Einu sem þau fóð Þorlákshöfn skítuöpuður þetta í fyrra. En já. Svo er ég með Njarðvík sigur í KR. Já, sammála með það. Já. Þú útskýrði það eitthvað nánar. Þú veist Brendan hafa verið frábær leikmaður. Já, sko, ég held bara að... Ég segi samt ekki svo Káringum. Er ég að sofa Káringum það? Mögulega. Ég held að vera gunni, sko. Linnars var ekki þarna í síðasta leik. Ég veit ekki hvernig hann kom tilbaka, hvort hann sé komið tilbaka. Mér skilst að hann hefði bara verið að fæða til þinni, sko. Að konun hans hefði verið að fæða barn og hann hefði verið þar. Já, hvað, þessu daginn eftir bara komin flug? Ég veit það ekki, já. Þú veist, kannski er hann bara eitthvað komin í gær. Ég veit ekki hvort hún sé hérna eða þar, skilur, úti. Hann var úti. Já. Ég held samt að við höfum ekki alveg svo, Káir er bara að vinna þessa leiki sem er að vinna og þú veist. Já. Hún er góður heima Það er alveg plús, sko. Slátruðu Þorlákshöfn og Skaganum Já. heima, sko. Já, Það er alveg valjú í því, sko. Ég hef enga trú Nei. á KR. Bara, þeir hafa ekki sýnt mér neitt sem að gefa mér eitthvað, þú veist, í spilamennsku finnst mér ekki að sýnt mér neitt. Ef þeir vinna þennan leik, þá er ég smá svona, ég veit að Njarðvík eru 2-4 og alltaf. Ef þeir vinna þennan þá þarf ég svona, jú, að fara að kaupa smá. Þá ætla ég að segja svona upper half, bara þú veist, þeir greinlega bara eru betri en neðri hinn. Já, ég skal sammála því. Keflavík, það er bara að seðla booster svo kallaðir, er ekki típist að þeir tapi á heimavelli fyrir litla serbanum. Nei. Vinna. Ég var Akranes unnið leik útöðli. Það er ekki. Hún er ekki 2 þarna í gamla húsinu. Jú, var ekki meira það. Sko, málið er Það að... var að tapa illa held ég á útöðli. Já. Ég get jafnvel séð fyrir mér mínu sem þarna sko. Þetta er sko, Grindavík tapaði með 17, KR tapaði með 34 með eitthvað. Já. Þannig að nei, þeir eru ekki unnið neitt heimavelli. En eru leik heima mútið Val, vinna Álftanes og eru í framleggingum mútið Njarðvík heimavelli og svo unniður hann inn í byrjun. Já, þeir eru góðir á heimavelli sko. Já. Heyrðu, já, sá öryggi. Ég ætla að taka fjórföldun tæplega 2 vikur. Tökum næsta. Já. Þarna erum við með 4,3 í stuðul á Epic Bet. Þetta er þú, Hraunar. Já. Þetta er fuglinn. Sko, Og ég segi eitt. Já. Í gamla daga þá borguðu mennir fyrir að fá svona tips. Það? Já. En hérna... Hvað segir það? Mér finnst þessi Káir Njarðvík leikur vera bara 200 stiga leikur. 2 léleg varnarliði sem að upp og niður störf. Mér finnst bara lína það há á hann rófæðileg. Já, sammála, en þú veist, ég held bara að þetta vinni. Grindavík vinnur í hér. Samt svona típist að Borseg verða eitthvað kúkil þarna, en ég held að Grindavík vinni bara. Hvort er hérna meiri riski seðrabúster? Grindavíkur sigur í Breiðholti eða Keflavíkur sigur á móti Skaganum heima? Bara svipaði það. Nei, ekki bara. Keflavíkur, nei, jú, svipað. Svipað. Ég er heima, Borseg er alltaf Borseg í Breiðholti. Já, en þú getur ekki tekið hana því út með öndin þar. Já, svo held, já. Í kanalausir held ég, eða ekki? Jú.
Keflavík Nema þeir græði bara félagskipti fyrir Ármann-kannan. Já, ég held að bara, Keflavík svona nokkuð svo varnarlega, ég held að þetta sé standard stofn. En það fer bara 110, 80. Já, ég held að það ekki þú. Nei, ólíklega. Maður vitlaus að vera svona ángríns eitthvað smá svona gæti unnið heima, þú veist, þegar við erum búin að svona Nei, þú veist, hakka þá í okkur. getur allt gerst í sér bild, sko. Það geta allir unnið alla einhvern veginn nema Ármann. Já, það er svolítið þannig, sko. Ég ætla bara að vera sammála þessu og ég ætla að taka þennan líka. Förum þá í Steinar. Nú eru þeir slagir í stöðunum, strákar. Já, sko, Þetta fáðu þið nánast 11 földur. Þetta er ég með Grindavíkur-bústerinn já, á móti ÍR, Já, sem svo- ég held að sé guaranteed win. svo ertu með Njarðvík, við þurfum ekki að ræða það. Njarðvík sem er búin að ræða. Ég held að Keflavík, eins og ég sagði á hann, þeir vinni 13-15 blues Já. á móti í Akranes á heimavelli. Já. Akranes hafa verið umulegur útivelli. Er það mögulega single bet eða? Mér finnst það. Já. Mér finnst mínus 8-5 sem getur tekið, en þá í dag allána. Þegar við takkum þetta upp, þá er það að taka mínus 8-5. Já, Mér finnst það vel boðið. það er vel búin. Mínus 9-5 er alltaf lagi. Ég held að vera alltaf að tekjast að tala Já, á milli. sammála. Svo næst fyrir Stjörnuna, að það er að fá kanalausa Ármann. Já, Stjarnan bara þurfa bara virkilega að keyra sig í gang og þeir eru búin að gera síst tveim leikjum, já, hafa þeir verið að keyra sig í gang. Keyra upp intensityið, sérstaklega varnarlega, þeir hafa verið að skána með svona síst tveim leikjum, alltaf sérstaklega. Þú veist, á móti stólunum, seinni hálfleik aðalega á keyrður upp intensity og voru bara harðari. Voru þau líka á móti Njarðvík, miklu harðari og bara strax frá byrjun þar. Þetta voru komin eitthvað 15 stigum yfir í fyrri hálfleik, sko. Svo þetta endaði í einhverju jöfnuleik en kláruðu þetta. sko er þetta over 83 Þórlarsöfni eða? Já, Þórsarur hafa bara verið að skora 100 stig í allir leikjum. Mér Veistu góð sér. finnst það ógeðslega vel boðið, þótt sem við tindastól, Já. að bjóða yfir 83,5 stig hjá Þórsarur. Ertu ekki hræddur að Stjarnan rótrar 16 stigum yfir eða 18 stigum yfir og Ég held bara að Ármann séð það lélir. þú þekkir ekki gauruna á bekknum hjá Stjörnunni, sko. Það er rosa mikið droppi stjórn. Hver kemur inn á 7. og bara svona ef það komið 4 gaurar inn á saman í Já. 4. auðvitað? Ég held samt að Baldur Það gera er bara gaml sem ég er reiðbúin að taka. Gott svo. Mér finnst það bara allt í lagi, þú veist, ég held bara að það vinnist. Ég held að það verði 30 Just stigum yfir, wins. 28 stigum yfir. Jú, það fengið sér droppa, þú veist, þeir setja aldrei allan bekkinn inn á. Bara úrstætt gera það í dag. Jú, það gerir það einhver daginn. Síðustu 2 mínútur, skilur við. Það tapa einhverju betti á einhverju daginn. Já, það gerist hverju Þetta er tíma. þreytt saman. Getur gerst. En það er Stjörnunni sama, þau vinnum með 16 stigum eða 25 stigum, þú veist. Þess vegna eru svona háa handicap alltaf leiðileg. Já. En ég held bara að getur En hendur já. sem það mikið, þeir eru 20 yfir í hálfleik, sem fer upp í 30 stig í seinna ári. Þetta er jafnvel gaml sem að maður er tilbúin að taka. Já. Hérna, ok. En það sem ég er mest hræddur við þarna er Keflavík 5, það getur auðvitað alltaf brotið beggja vona. Ég er bara að sýna að þeir eru góðir, skilur við. En útivelli hafa þeir ekki sýnt að þessum að þeir eru reiðbúnar. Takk þetta bett. Já, mér finnst það gott betti þess. Erum við eitthvað hrættir, sko, áður en við kveðjum hérna í dag og hleypum öllum meginn til fjölskylduna þeirra sinnar? Njarðvík í KR, er þetta the big fucking gildra eða? Nei. Gildra í síðustu umferð var klálega Þór ÍR. Já. Ég er bara að verða að vinna, sko. Bara þeir þurfa að fara að koma sér í sigur hlutfall í þessari deild. En geta það eitthvað? Mér finnst það vera mjög vel. Ég er búinn að tala um þeirna síðustu skipti sem ég Mér verið. finnst það líka ekki, sko. Er það ekki? Mér líður sem þetta sé gildra umferðarnar. Maður sér þetta svona, já, geggjaða stuð, skilur við, og svo Já. er Það er svo líka bara, eru allir hinn leikirnir bara eitthvað svona, þú veist ekki allir skilur við Valur og alltaf Ekki þú líka bara að byrja að tala um þetta aftur. Hvað? Manst hvernig það var síðast. illa. Já. Já. Þetta er ömuleg umferð. Já, Já. en þú veist, þetta er ömulega umferð fyrir utan 2 leiki. Ég meina, Nei. Grindavík er pottet að fara að vinna, Keflavík er pottet að fara að vinna, Stjarnan er pottet að fara að vinna og Tindastóll er pottet að fara að vinna. Það eru 4 leiki sem eru búnir áður en þeir byrja. Stólar samt að koma from Euro. Ættu þessu og hvað og bara, Það var erfiður leikur. Já. Það var tætt leikur. þeir eru með fokkin 9 aðfinnmenn þarna, Já, sko. en allir góða hverju, þeir voru að spila í lokin. En af hverju eru að spila strax á morgun? Af hverju ekki? Þetta er bara, svona er þetta. Ok, Þegar NBA spilar á 4 leiki í viku, sko. svona er þetta. Alltaf að segja að Stóla geti ekki spilað 2 leiki á heimavelli röðu eða það. Þau eru ekki svona að ferðast, aldrei eins og vant. Menn eru bara vinnur í dag, sko. Bara, Já. Það er bara að róa. menn eru bara að róa og í böngum og bakaríum. Hérna,
En eru þið ekki sammála að 4 leikir séu samt bara að þú veist búnir? Ég meina, það eru 2 50-50 leikir í þessu umferð. Valur og Álftanes. Já, sem stuðlað henni alltaf. Sem eru það á pappír, fattar við. Já. Þetta getur alltaf allt gerst, en bara stuðlalega séð á pappírnum góða. Það eru 2 leikir sem eru 50-50 leikir. Skilurðu? Það er Njarðvík að vinna. Fyrir mér er það ekki 50-50. Nei, okkur. Það var bara 1 50-50 leikur. Fyrir mér er það 80-20. Er það leikur umferðarinnar? Valur og Álftanes? Já. Ok. Það eru 2 lið sem að þurfa virkilega að sigra þetta. Hver er uppáhaldsgesturinn þinn hjá Herði Unsteins í tilþrifun? Hlynur Bærings. Ok. En þinn? Góður Suðurvísa maður bara. Góður Suðurvísa maður. Hvað ætlaði að fá ykkur kvöldmann? Óspurning, ég veit. Kjörbólur, í brúndur hlóð og kappkarmur. Þú ert mikill gamli skóli. Það er ótrúlega. Fórum niður að tala við einhver iðnaðarmenn áðan sem voru að smíða. Það var bara svona eins og Steinur væri að hitta bara bræður sína. Ég var eitthvað að reyna að tala við það og þeir svona horfðu í gegnum mig fyrst. Manstu gaurinn sem voru að bora. Já. Hann bara svona horfði á mig og hélt áfram að bora. Bara svona, gaurinn, það er að fucking hætta. Já, góð saga. Maður er aðeins að fara inn fyrir komfortzónu þeirra. Já. Þá áttar sig á því að þú ert einn af þeim. Takk fyrir kominu, strákar. Er þetta ekki umferðin sem allt lendir? Já, nei. Jú, nú vinn ég minn fyrsta seðil. Þetta er út svona tíföldin og seðil. Já, ég er bara að vera svolítið í þessu stóru. Mér finnst það skemmtilega. Já. Því að þegar ég vil vinna, þá vil ég vinna stórt. Já, þú ert hættur í þessum, hittir orðið alltaf auðvelt fyrir þig. Já. Já. Það kom með eitthvað ömurlegan óviðandi brandara en það er ekki útskjöfur að útskjöfa fyrir konuðinni. Þannig að við kveðjum í kvöld. Já, bara takk hérlega. Takk fyrir mig. Alltaf hamingja. Takk fyrir að mæta, strákar, og ég hlakka til að heyra hvernig bókin er. Já, ég bara beint að lesa. En við lesum byrjun. First album had no famous guest appearances. The outcome, I'm crowned the best lyricist. Many years on this professional level. Why would you question who's better? The world is still mine. Tattoos real with Godson across the belly. The boss of rap. You saw me in with thoughts like that. To take it back to Africa, I did it with Biggie. Me and Tupac were soldiers of the same struggle.